Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Ég bý í Kópavogi og textílkennari og hef verið það í rúmlega 30 ár. Þið getið fundið mig á Instagram og Facebook undir nafninu Gunnhann. Þessi þættir hjá mér eru vikulegir og ég set alltaf nýjan þátt út á sunnudagum. Og þá það fyrsta mál á dagskrá. Í síðasta þætti opnaði ég bókina 52 Weeks of Socks og lenti á þessum hérna sem ég byrjuð að gera og ég var búin að ákveða að nota þetta hérna gagn. Svo fór ég að skoða uppskriftina betur og þá sá ég að það átti að prjóna það úr þykkara gagni og prjóna númer 3 en ég ákvað að gera pröfu og sjá hvernig þetta kemur út af því að þessi sokkar átti ekki að vera á mig heldur á dóttur mína en hún þurfti nú að vera með ansi smáfætt ef hún ætti nú að komast í þessa af því þeir eru svo tiny en munstri kemur vel út og allt það er ekki hægt að kvart undan því hvernig er þetta svona. Þannig ég var að hugsa, ég þarf alltaf að reyka þetta upp og byrja aftur og var að spá einhvern veginn að finna þá eitthvað annað gagn í þetta. En þá datt mér í hug að því ég veit að hún alveg til í að fá svona litaglaða sokka og datt mér í hug að nota 2 þræði og setja þennan hérna þráð með og þetta er garn úr Stórhöfðanum, eitt af því sem ég fékk daginn og ég held að það muni bara koma vel út svona saman. Ég ætla allavega að gera pröfu með það af því að annars þá þarf ég að kaupa eitthvað garn sem passar fyrir þessa prjónastærð. Ég ætla að prófa þetta og sjá hvernig það kemur út. Og þegar ég sagði henni frá þessari hugmynd minni að nota stórhöfðagarn bara með, gera prjóna þessa sokka úr 2 þráðum að þá var hún bara mjög ánægð með það og talaði að þá ætti hún bæði sjal og sokka úr Stórhöfðanum. Þannig að það er bara skemmtilegt. Ég er búin að vera búa til garn úr garnspottum. Búin að geyma núna í nokkur ár, alls konar afganga og þegar ég er að ganga frá endum og svoleiðis að þá fer þetta bara í poka. Og nú er ég að kemba þetta saman. Hérna til dæmis eitt sýnishorn af því þar sem ég er búin að kemba hérna svona nokkra liti saman. Og hérna er annað. Ég gerði aðra pröfu og ég sýndi ykkur hana seinast þar sem að ég hafði spunnið þessi fluff. Hérna, ég gat fylgja með í spunanum og ég er búin að prjóna úr því og það lítur svona út. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem ég ætla að halda áfram með. Ég held að þetta verði bara svolítið smart. Þetta er alveg brjálu vinna að kemba þetta allt saman og spinna og vinna þetta allt svona frá grunni en þetta er mjög skemmtilegt og gaman að geta nýtt svona hlutina alveg í botn. Þetta verður alveg einstakt og það er svolítið gaman að því. Berglind dóttir mín er á 3. ári í fatahönnun í Listaháskólanum. Hún er að vinna núna að lokalínunni fyrir útskrift og henni datt í hug að fara í svolítið brjálaverkefni, það er að segja, hún er að búa til það efni sem hún ætlar að nota og er búin að fá bæði okkur í fjölskyldunni og vini til þess að hjálpa sér við að tæta niður efni og kemba það og síðan ætlar hún að búa til nýtt efni. Þannig að það er
nokkuð sem ég er búin að vera bara svolítið upptekin við þessa viku. Það er að ég get ekki verið að kempa mikið. Ég get ekki út af höndunum. En ég get verið að tæta niður og þá er hún með, þá er hún með svona satinefni, fóðurefni, alls konar efni. Eins og þetta hérna, að þá er ég búin að tæta hérna niður, rek efnið upp, og þetta verður svona spottar, svo er það klemmt saman, þessir spottar eru núna út allt hérna, já, svo er það klemmt saman, eða þæft, og hún fór að gera pröfu, fór með þetta í þæfingavélina, til að setja hérna blað undir, sést betur. Sést hérna í miðinu þar sem að hún er búin að fara með þæfingavélina yfir og það þarf svolítið mikið af efni til þess að gera flíkurnar og þannig að það er alveg nóg verkefni fyrir okkur núna á næstunni, þannig að við notum bara hverja lausa stund til þess að vera taka í sundur efni og ég ætla að sýna ykkur hérna líka. Hérna er sem búið er að taka í sundur. Það var satinefni og hérna er búið að kemba það. Þetta er svona eins og skínóðrar. Ég er svolítið spennt að sjá hvað kemur út úr þessu hjá henni og ég leyfi ykkur kannski að fylgjast með því. Hún er að þessu hérna í vinnustofunni, þannig að hún er svona undirlögð, vinnustofan mín, undirlögð í þessari vinnu, þannig að ég er svo sem ekkert mikið hérna niður að vinna og það er líka bara allt í lagi og svo er þetta komið líka upp í stofu til mín, ég er að draga, ég tek efnið í sundur og maðurinn minn er að kempa svona yfir sjónvarpinu, þannig að þetta er alveg fjölskylduverkefni. Já, og talandi Berglindi, þá ætla ég að segja ykkur næst frá því í hverju ég er. Og þetta er skyrta sem hún gerði þegar hún var í Danmörku, í textílskóla þar. Og hún gerði þessa skyrtu setti saman 2 eða 3 skyrtur og þrykkti svo hérna á. Og ég fekk að eiga hana, hún var eitthvað að taka til hjá sér núna í haust og ætlaði svona aðeins að losa og ég svona falaðist eftir þessari skyrtu og fekk að eiga hana og er búin að nota hana þó nokkuð. Fyrir nokkrum árum þá var ég að safna skyrtum og hafði hugsað mér að sauma og hef svo sem gert það. Ég hef saumað mér nýja flík úr nokkrum skyrtum en mér leist svo vel á þessa hérna að ég var að biðja Berglindi að hjálpa mér að setja saman og ég ætla að sýna ykkur hérna. Hér er ég með svona skyrtur og ætla þá að gera eina nýja úr þeim. Þannig að við verðum svona í samstarfsverkefni, hún svona kemur með hvernig við ættum að klippa eða setja þetta saman og ég ætla þá að sauma því hún hefur vist alveg nóg með vinnuna í lokalínunni sinni. En þetta verður ein skyrta. Og svo er þessar hérna. Ég fann það nefnilega núna daginn þegar ég var að taka til og þegar ég var að grisja svolítið í skápunum hjá mér og fann þá þessar og ákvað, nei, ég ætla ekki að láta þetta frá mér, ég ætla að gera eitthvað úr þessu og ég er að láta verða af því núna. Það er svo þægilegt að vera í svona skyrtum yfir
bara bólum eða einhverju. Þannig að nú eru bara ýmis verkefni sem að bíða mín. Milli þess að ég að taka í sundur hérna efnin, að draga hérna þræðina í sundur, að þá ætla ég að klára eitthvað af þessum verkefni sem ég búin að vera að tala hérna í þessum þáttum að ég ætla nú að fara að vinna að. Ég held að þetta sé það bara komið hjá mér í dag. Ég þakka þér fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.